Tvíeðli ljós. 1800 var maður að nafni Thomas Young að rannsaka ljós. Niðurstöður hans stönguðust á við fyrri hugmyndir manna ljósið, til dæmis hugmyndir Isaac Newtons. Newton hélt að ljós væri straumur af ögnum, að örlitlar eindir streymdu frá ljóskjafanum í stilli ferð og ljós endurspeglast og endurkastast á hátt sem passar mjög vel við þessar hugmyndir. Tilraun Youngs sýndi fram á að málið er ekki alveg svona einfalt. Young gerði eftirfarandi tilraun. Hann lét ljós skína í gegnum örmjóa rifu. Handan rifunnar var spjald með 2 öðrum rifum. Ef ljós væri straumur einda þá ætti ljósið að fara í gegnum fyrri rifuna og lýsa á svæði á seinna spjaldinu sem væri eins í laginu og rifan sjálf. Það var hins vegar ekki það sem gerðist. Hefur einhvern tímann velt því fyrir þig hvers vegna hægt er að heyra fyrir horn? Hvernig stendur á því að hljóðið úr stofunni heyrist inn í eldhúsi, jafnvel þótt hlustandinn sé ekki í beinni línu við hljóðgjafann? Ástæðan er sú hvernig bylgjur hegða sér þegar það rekast á hindrun. Á myndinni sést hvað gerist þegar bylgja fer í gegnum op. Hún dreifir úr sér handan við opið. Þetta er ástæðan fyrir því að þú getur heyrt í einhverjum þótt þú sjáir hann ekki. Hljóðið kemur til þín sem bylgja. En hér vandast málið. Ljósið í tilraun Youngs hagaði sér ekki eins og eindir, eins og Newton hafði búist við, heldur eins og bylgja. Það virtist dreifa úr sér þegar það kom í gegnum fyrri raufina og skína í gegnum hinar raufarnar báðar líka. Það hagaði sér sem sagt nákvæmlega eins og bylgja. Og ekki nóg með það. Það virtist ennfremur dreifa úr sér aftur þegar það fór í gegnum seinni raufarnar 2. Þannig blönduðust bylgjurnar aftan við seinna spjaldið og enn gerði ljós eitthvað sem aðeins bylgjur gera. Því að 2 bylgjur lenda saman þá geta þær ýmist magnaðst upp eða eitt hvor annarri. Ef öldutoppur eða bylgjutoppur annarar hittir öldutopp hinnar, þá magnast bylgjan og verður enn öflugri. En ef öldutoppar annarar bylgjunar hitta á öldulægðir hinnar, þá eyðast bylgjurnar út. Þetta kallast víxlverkun bylgna og ljósið sem Young sá á veggnum verður bara lýst með vísan til þessarar hegðunar bylgna. Ljósið sem fór í gegnum rifurnar 2 myndaði ekki samfellt ljós á veggnum sem líktist rifunum sem það var nýkomið í gegnum. Það myndaði margar ljósrákir. Ástæðan er sú að ljósið dreifði úr sér þegar það kom í gegnum rifurnar, bylgjurnar blönduðust saman og mögnuðust eða þurrkuðust út á víxl. Afleiðingin er óvenju sterkt ljós á veggnum með jöfnu millibili en myrkur þess á milli. Ljósið virtist í tvímælalaust vera bylgja. Ef ljós væri eintómar eindir þá myndi það haga sér allt öðruvísi. Hugmyndin ljós sem bylgju styrktist síðan enn frekar þegar James Clerk Maxwell hreinlega reiknaði út að ljós hlyti að vera bylgja, sem ferðaðist í rafsviði og segulsviði til skiptis eða rafsegulbylgja. Árið 1900 var sem sagt hugmynd Newtons ljós sem eindir eiginlega talin úrelt og marg afsönnuð. Málið átti þó enn eftir að flækjast nokkuð. Í upphafi 20. aldar var Max Planck að rannsaka svokallaða svarthlutageislun, en það er útgeislun hluta sem gleypa í sig allt ljós sem á þá skín. Eftir ítarlegar rannsóknir þar sem hann athugaði til dæmis hvort mismunandi hitastig hefur áhrif á útgeislun, kom í ljós að hugmyndin ljós sem bylgju gekk ekki fyllilega upp. Eftir mikla útreikninga var niðurstaða Plancks alltaf sú sama. Ef ljós væri að öllu leyti rafsegulbylgja, eins og almennt var þá talið sannað og tilraun Youngs þótti hafa sýnt fram á, þá þyrftu ljósgeislandi hlutir óendanlega mikla orku til að dæmið gengi upp. Þar sem það er augljóslega ekki rétt, þá er eitthvað bogið við hugmyndina ljós sem bylgju og Planck byrjaði að leita að lausn. Niðurstaðan var þessi: ljósið getur ekki verið samfelld orkubylgja. Ef hún væri það, þá sýna útreikningarnir að niðurstaðan er ómöguleg. Ljós hlýtur að berast frá hlutum í skömmtum sem hver sig inniheldur ákveðið mikla orku. Með þessum hætti tókst Planck að láta útreikningarna ganga upp
og þetta grunnur þess sem í dag kallað skammtafræði. En skammtar eru ekki bylgjur. Skammtar eru miklu líkari eindum og margt við hegðun ljós staðfestir þessa sýn á ljósið. Það var svo Einstein sem gekk lengra og sýndi fram á með því að líta á ljósið sem skammta eða eindir hreinlega. Það var hægt að útskýra fyrirbæri sem bylgjukenningin hafði ekki getað útskýrt. Þannig að ef ljós látið falla á málm, þá geta losnað rafeindir af yfirborði málmplötunnar og dreifst Það eins og ljósið tætið af atómunum í málminum. Þetta hafði bylgjukenningin aldrei getað útskýrt en Einstein sýndi að þetta smellpassaði við hugmyndin ljós sem eindir eða orkuskammta. Þannig að aðeins sumar ljóseindir hafa næga orku til að valda þessum áhrifum, aðrar eru einfaldlega of veikar. Það virðist vera mun meiri orka bundin í bláu ljósi en rauðu. Og það alveg sama hversu sterkur rauðu ljósi beint að málmi af þessu tagi, engar rafeindir losna. En það þarf aðeins dauft blátt ljós til. Styrkur ljós fer nefnilega ekki bara eftir birtustigi, heldur hefur hver ljóseind tiltekið magn af orku. Fyrir þessar uppgötvanir og útskýringar á þessu fyrirbæri fékk Einstein Nóbelsverðlaunin en ekki fyrir afstæðiskenninguna sína eins og margir halda. Til varð hugtakið ljóseind eða fótóna. Ljóseind hefur eiginlega engan massa en hún inniheldur orku og hefur skriðþunga, hún getur lent á hlutum af afli eða krafti og í framtíðinni verða geimför hugsanlega knúin einhverju leyti eins og skip með segl sem safna ljósi og eru þannig knúin áfram. Eftir stendur tvíeðli ljós. Ljós haga sér ýmist sem eind eða bylgja. Þessar tvær hugmyndir eru ekki samrýmanlegar með góðu móti en góðar sannanir eru fyrir báðum. Það fer bara eftir hvernig horft á ljósið og hvað látið gera. Og þessi furðulega staðreynd varð til þess að Einstein sagði: Því stöndum við nú uppi með tvær kenningar ljósið, báðar ómissandi og, eins og við verðum að viðurkenna í dag, þrátt fyrir þrotlausa tilraunir eðlisfræðinga, án nokkurrar skynsamlegrar tengingar.